Lárus Jónsson, áður en við snúum okkar á verkefni laugardagsins sem verkefni að taka á móti Vestra, þá gerðu þið góða ferð í Hólminn í síðasta leik. Var þetta auðveldari sigur heldur en áttir von á eða fenguðu meiri mótspyrnu eða þið byggust við? Bara svona svipað eins og við varum búast. Þeir eru svona ungt lið í svona uppbyggingarfasa og þannig að það bara svona töluverður getumunur á liðunum. Þannig að mátti kannski alveg búast við svona frekar stóra sigri og þetta var svona kannski meira spurningum að strákarnir næðu að mótivera sig vel fyrir leikinn og færu á fullt í verkefnið. Það er oft hættulegt að fara inn í svona leiki og alltaf fer í það með hálfum hug. Kristján Pétur fór á sinn gamla heimavöll og hann lét þar bara öllum í lotum. Já, hann setti 8 þrista en hann klikkaði þar einu víti. Það er náttúrulega refsingu það ekki? Jú, hann á ennþá eftir að taka út á refsingu. En snúum okkur að verkefni laugardagsins Vestri. Þetta er lið sem eru sömu við, þeir hafa aðeins tapað einu leik. Þetta er topp barátta. Já, Vestri er vel manna lið. Þeir spila rosalega agaðan körfubolta, spila sumir segja kannski svolítið gamaldags körfubolta. Þeir pósta mikið upp, leita rosalega mikið inn í. Þeir eru með 2 sterka serba, Nemanja og Nebojša. Nebojša er náttúrulega búinn að spila mjög lengi í fyrstudeildinni. Nemanja kom í fyrra og þar var hann bara strax algjör yfirburðamaður undir körfunni. Það er kannski liðir á það aðeins betur við hann í ár, aðeins betur. En það er út af að það eru náttúrulega komin fleiri erlendir leikmenn í deildina, deildin er aðeins stærri heldur enn í fyrra. En Nebojša, hann er bara búinn að vera einn sá besti, ef ekki besti leikmaðurinn í deildinni í bara nokkuð mörg ár, þannig að þeir eru mjög skeinhættir. Og þeir Vestfirðingar, þeir þekkja hann orðið mjög vel? Já, þeir bara þekkja inn á hvern annan, þeir kunna bara spila. Þetta er svona lið sem lætur ekki koma sér úr jafnvægi. Þannig að það er alveg sama, þó lið komist aðeins yfir á móti þeim, þá koma þeir einhvern veginn alltaf tilbaka. Það er ólmsegir. En þegar þú segir að þeir leikir svona gamaldags bolta, er það ekki bara áskorun fyrir ykkur að snúa aftur í það sem þú kallar gamaldags bolta? Þekkir þú það ekki? Jú. Þótt ungu sé? Jú, ég meina þeir spila bara bolta eins og henta þeirra liði. Þeir eru bara með bæði Nemanja og Nebojša eru mjög góðir að pósta sig undir körfunni og þeir bara spila á sína styrkleika og við erum náttúrulega bara með okkar leikplan hvernig við ætlum að reyna að verjast í og svo bara kemur í ljós hvernig það virkar. En þeir þurfa náttúrulega líka að koma til okkar og þeir þurfa að verjast okkur líka. Þessi leikur er á laugardegi og 2:00, þannig að þetta er svona frekar óvanlegur tími en bara fínn tími til þess að koma og horfa á körfuboltaleik. Já, þetta verður gaman Ég bara skora á sem flesta mæta á þennan leik Þetta er skemmtilegt að sjá þá spila og ég veit að það eru svona gamlir hundar, svona gamlir þórsarar sem hafa örugglega rosalega gaman að sjá svona góðan leikmann á lowpost og það er svolítið gaman að fylgjast með þeim. Við getum lofað góðum skemmtilegum körfubolta. Já, þetta verður ótrúlega góður leikur. Það er einhvern veginn þannig að báðum liðum búið að ganga vel, bara 1 tapleik og þetta er síðasti leikurinn í fyrstu umferð af 3. Þannig að það er svolítið mikið undir í þessum leik. Þetta verður rosalega góða leikur. Sigurliðið verður þarna á toppnum þar sem er stundum svo kalt eftir leikinn. Já. Við viljum komast í kuldann. Við viljum það. Það er búið að vera allt og heitt á Akureyri. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það.